Davíð, 1-0 heimasigur í dag. Þú lítur að rána bara með sigurinn fyrst og fremst. Já, gríðarlega sáttur með sigurinn. Það er bara mjög sáttur. Mér fannst við þurftum að svara spilamennskunni okkar á móti Aftureldingu. Við vorum mjög kraftlausir og effortlausir og hugmyndasnauðir í leik okkar gegn Aftureldingu og mér fannst við svara því hér í dag með mikilli vinnusemi og við vorum kraftmiklir og eins og ég segi, við vorum bara góðir í dag. Það er náttúrulega gríðarlega erfitt að spila á móti liði eins og Þrótti sem er að berjast fyrir lífi sínu í deildinni og við vissum alltaf að þetta yrði erfitt. En svona orkulega séð og annað það sem við lögðum í leikinn að við bara mjög ánægð með það. Hvernig lagðirðu upp leikinn svona persónulega, þú veist, kom þér eitthvað óvart í spilamennsku Þróttara eða? Nei, við vissum að þeir eru gríðarlega sterkir og þéttir tilbaka. Ég svona var á því að ef við myndum skora snemma í leiknum að þá myndi mögulega bætast við svolítið mikið af mörkum en svo vorum við líka alveg undirbúinir fyrir það að þetta yrði þolinmæðisvinna og þetta vissulega var það en það sem við lögðum upp fyrir leikinn var eiginlega bara að við myndum svara fyrir orkuleysið og kraftleysið gegn Aftureldingu. Við vorum mjög ósáttir með svona bara eins og ég segi kraftleysið í þeim leik en nú er hann liðinn og ég ætla ekki að tala meira um hann en mjög sáttur með hvernig við mættum til leiks í dag. Við vorum kraftmiklir og bara lögðum mikið í þetta. Nú er félagsskiptaglugginn opinn. Er eitthvað sem þið ætlaði að gera í honum? Við erum alltaf að skoða það að ég get sagt bara stækka hópinn. Við höfum aldrei átt leik í deildinni í sumar þar sem við erum með fullan bekk og það er ekki gott og spila mikið á sömu mönnunum og vissulega eftir svona með bikarinn inni í þessu annað og stutt á milli leikja þá var ákveðin þreyta í hópnum eða var og fáum núna loksins þessa viku pásu á milli leikja en eins og ég segi ég held að það hefði líka kannski verið í síðasta leik að hafa búið þrengt á milli og búin að spila mikið á sama hópnum og annað. Næsta leik gegn Fylki úti, hversu erfið að vera sá leikur? Það er bara eins og hver annar leikur í þessari deild, það er alveg sama hverjum þú mætir. Þú þarft að vera almennilega gíraður og vel undirbúinn fyrir þá leiki og sá undirbúningur hefst bara strax núna. Takk fyrir.